Þú ert að hlusta á Innri huga íþróttarinnar með Emil Steinar. Í dag ætlum við að tala við sundkonuna og Paralympicsvaran hana Thelmu Björk Björnsdóttur hérna á eftir. Við munum færast hennar árangur og frammistöðu í sundi frá hvenær hann byrjaði og til dagsins dag og kannski hvað verið framtíðin hjá henni. Eigum við þá ekki bara skella okkur í þetta? The voices in my head, they used to make me wanna break down. Had me hella way down, had me in the corner, had me beat, but I'm okay now. True to what they say, if there's a will, then there's a way out. Took all of my dreams, I took them back, cause I'm awake now, yeah. And I wouldn't trade it for nothing, no, I wouldn't change it ever. It's too long to live it for nothing, so this is my mood forever. Thelma Björk komin hérna til okkar og ætlar að tala við okkur. Velkomin Thelma. Takk fyrir. Já. Þú ert Paralympicsvari. Já. Já, og þú hefur farið hvað mörgum sinni á Ólympíuleikana? 2. Ok. Hvernig byrjaði þetta allt? Ég byrjaði í grunnskóla. Þetta byrjaði í grunnskóla. Hvað byrjaði í grunnskóla? Þegar ég byrjaði að æfa sund. Ok. Hver kom þið á staði í sund? Kristín Gómez. Ok. Og hver er þessi Kristín Guðmunds? Og var í grunnskóla þá var hún íþróttakennari minn. Ok. Var hún eitthvað meira en íþróttakennari þinn? Er hún góð vinkona þinn eða? Já. Já. Hvenær byrjar að safna verðlaunapenningum? Fá medalíur og... Bara fyrsta nýjarsmótinu mín. Hvað ár var það? Held 2003 eða 2004. Ok. Og þú hefur æft sund síðan 2002? Já. Ok. Er eitthvað uppáhaldssund svo átt? Nei, bara öll. Bara öll? Já. Ok. Er eitthvað spes-sund sem er uppáhaldið hjá þér? Nei, bara, bringusund og skrifsund. Ok. Hvað, bringusund og skrifsund segirðu? Já. Já. Ok. Ekkert önnur sund sem er uppáhaldið hjá þér? Stundum fjórsund. Ok. Þú þarft ekki endilega að horfa á upptökuvélina, þú getur alveg horft með og vilt það. Viltu það frekar? Já. Ok. Hvenær settur þú fyrsta Íslandsmetið þitt? Held árið 2010. Ok. Manstu í hvað sundu þú settir fyrsta Íslandsmetið þitt? Nei, ég man það ekki. Ok. En þegar þú byrjaði að æfa sund, hvað, 2002? Já, ég held það. Þá varstu, hvað, 6 ára? Nei, 7-8 ára. Ok. 7-8 ára, ok. Manstu hvað fyrsta sundmótið þú tókst þátt í? Já, nýjarsundmóti sem var í sundhöllinni. Ok. Hvar er sundhöllin? Er hún Í Reykjavík, niðri í bæ. niðri í bæ? Ok. Ok. Fyrsta Íslandsmetið 2010 og fyrsta skiptið svo að byrja að æfa sund á 2002. Þannig að það leiði rosa langur tíma á milli. Já. Ok. Hefur þú farið í margar keppnisferðir? Já. Manstu hvað margar? Bara rosa margar. Ok. Ef við byrjum á 2002, þá var, hvað, fórstu einhverja æfingarferð þá eða keppnisferð? Nei, það var bara nýbyrju. Varstu nýbyrju, ok. Ok. Snúum okkur aftur að Kristín Guðmunds. Hún var íþróttakennarinn í grunnskóla. Já. Ok. Og af hverju byrjaðir að æfa sund og
hvernig tengist það Kristínu Guðmunds? og sá eitthvað inn í mér. Hún sá eitthvað við þig? Já, Ok. Ok, hún sá eitthvað við þig og sá hún eitthvað við þig eða spurði hún þig eitthvað? nei, ég man það ekki. Manst það ekki, ok. Ok. Hvað getur spurt mér um? Ok, Þú fórst ekki 2002 í fyrsta keppnisferð. Manstu hvenær þú fórst fyrst í keppnisferð? Held 2008. 2008. Manstu hvar það var? Já, í Malmö. Malmö? Já. Ok. Var það mótur í fatla eða? Já, Ok. Og þetta voru einhverjum margir á þessu móti? ég held það. Ok. Manstu eftir einhverjum sem að nú leist upp til? Bara pennur. Já, pennur. Pennur Lindberg? Já, Ok. Ég heyrði að það var mjög mikið svona milli ykkar vinskapur. Er það Já. rétt? já. Já. Áttu ykkur að fleiri vini í sundinu? Já, vinkur sem heitir Sara Louise Rún. Ok. Nema núna er hún hætt að. Ok. Sara Louise Rún. Ok. Er hún sænsk, er hún dönsk, er hún norsk eða hvaðan er hún? Norsk. Er hún norsk? Ok. Af hverju er hún hætt? Hún ákvað bara hætt eftir leikana í Tókíu. Ok. Ok. Fyrsta keppnisferðin var 2008 í Malmö. Fórstu 2009 í eitthvað aðra keppnisferð? Bara flottum Malmö. Aftur Malmö, ok. Við skulum taka þetta bara þessu hérna í röð. 2008 var Malmö, svo fórstu og þú kepptir líka þetta heima. Já, Þú varst búinn að keppa á mörgum mótum, sundmótum. Þið finnst gaman að synda. já, Ok. Ef þið finnst spurningarna eitthvað flóknar, þá bara lættu mig vita. Og ef þú vilt ekki svara, þá bara veist. Ok? ok. 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 Hvað með bakstuðning? Hann er góður og fín. Er hann góður og fín? Ok. Þú fær bakstuðning frá, hvað, foreldrunum Og fjölskyldu. og fjölskyldu, ok. Áttu ykkur systkini? Ég er bara Já, ok. Og gefur hann þér bakstuðning? já, Ok. Rosa mikið bakstuðning já, frá fjölskyldunni? já. Ok. Og vinum. Og hinum? Og vinum. Og vinum, já, ok. Þú hefur verið krýnd íþróttakona ársins hvað mörgum sinnum? 5 sinnum held ég. Ok. Veistu hvað átt marga bikara? 42. 42, vá, svona mikið af bikurum. Já, Hvernig stendur þú átt svona mikið af bikurum? ég vinn það bara. Þú vinnur það bara. Þú fær ekkert svona gefins bara, veist það, fyrir að Nei, maður fara að vinna. þú verður að vinna fyrir því. Já, Já, og þú er búinn að vinna rosa mikið fyrir því að fá þessa 42 bikara. já. En ef eitthvað af þessu bikurum svo átt ekki, eitthvað bikar svo þarf það að skila eða, Já, já, 1 bikar já. eða 2. Einn. 1, Nei, 2. 2. Já, hvaða bikar eru það? Það er þessi sem stendur söngkona Reykjavík hjá föllum Já, og þessi sem ég var fyrir íþróttakonu í IF. já, ok. Og stundkonu, þú varst nýk orðin krýnd hérna í fyrsta konu ársins, til hamingju með það. Takk. Hversu oft hefur fengið þann heiður að vera í fyrsta konu ársins? 5 sinnum. 5 sinnum? Vá. Manstu hvenær það var? Þetta með fyrsta skipti. Fyrsta skipti, já, fyrsta skipti. Held 2014 held ég. Ekki 2012. Nei, Þetta alveg viss. ég maður það ekki. Manst það ekki, ok. Það er alltaf lagi. Mér minnir samt að það hafi verið annarkvort 2012 eða 2014. Það getur rétt í það sem þú ert að segja.
Það er alveg hægt að bæta það inn einhvern tímann. Ok, segð mér, þú færir erlendis að keppa. Já. Hvað er fyrsta mótið sem þú fórst í að keppa? Með landsliðinu og... Landsliðinu, eða þú sjálf, eða stórmót? Fyrsta keppnisferð mér með landsliðinu var 2010. 2010, manstu hvað það var? Þá fórum við á Berlin Open. Þú fórst á Berlin Open. Þú farið ofta ranga. Já. Og ofta ranga og var hvað, fórst fyrst 2010? Já. Ok, fórst 2010 til Berlin. Já. Segðu mig það, hvernig var feelingur þar? Ég fyrsti þá að fara í alþjóðaflokkun. Já. Já, í Berlín. Í Berlín, alþjóðaflokkun í Berlín. Og var það fyrsta skipti 2010 sem þú fyrst almennilega flokkun eða alþjóðlega flokkun? Alþjóðaflokkun. Og það hefur ekkert breyst neitt hjá þér? Nei. Og hvaða flokkun fyrstu? Ég fekk fyrir skrifsýnd var ég SS. Já. Fyrir bringusýnd var ég SB5. Já. Og fyrir fjórsund ég SM6. Þú í skrifsýndi varstu S6, í bringusundi ertu S5. SB5 líka? Já. Hvað er munun á SB og S og S? S fyrir skrifsund. Já. Og baksund og SB fyrir bringusund. Já. Ég sé hérna að þú þegar 2012 vannstu Erlingsbikar. Já. Hvað er Erlingsbikar? Það var svona minnismót Erling. Erling, og hver er þessi Erlingur? Það var sundþjálfarinn minn. Var hann sundþjálfari þinn? Já. Já. Ég sé líka að þú hefur farið til Montreal. Já. 2013, en ef þú ekki bara taka röðuna, ég sé að ég sé 2010 það var Íslandsmeistaramót í sundi. Já. Og hérna stendur að þú Telma Björnsdóttir S5 í 200 frjálstaðaferð settir með þá. Já. Sem er, já. Og svo varst í Bósundi líka. Já. Og það bara glæsilega árangur. Montreal hvað, 2010? Nei, það var 2013. 2013. 2010 var Berlín. Já. Ok. Hvað áttu mörg Íslandsmet? Held 275 eða 8. 275 eða 8? Já. Já. Og það er bara magnaður. Ég sé líka að þú hefur hlotið styrk hjá Afrekskvennasjóðinu. Já. Hvað getur sagt mér það? Hef ekki. Hefur ekki? Hef ekki. Hugmynd? Ok, ef það ekki bara kíkja á það. Þetta er landsliðsverkefni og 3 afrekskonur í íþróttum hlutu í gær styrk úr Afrekssjóð kvenna Íslandsbanka og USI fyrir árið 2014. Afrekskonurnar fá 500.000 krónur hver og körfuknattleikssamband Íslands hlýtur 1 milljón króna. Markmið og tilgangur sjóðsins er að styrkja við baki afrekskonum í íþróttum og gera þeim betur kleift að stunda sína íþrótt og ná árangri. Stjórn sjóðsins var skipt þeirri Helga H. Magnúsinni, Elsa Nilsen og Kristín Rós Hákonardóttir. Umsóknir styrk voru þessu sinni 37 talsins. Til
þetta er 10. úthlutun sjóðsins sem hefur verið úthlutað í heilt 25 milljónir króna í styrk til afrekskvenna. Og þú hlaust hérna. Telma Björk Björnsdóttir, sundkona, fekk 500.000 krónur. Telma Björk keppir fyrir íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík. Telma Björk náði eftir tæknilegasta verðum árangri á undanförnum árum. Og Telma hefur sett rúmlega 175 Íslandsmet í 25 og 50 metra laug frá árinu 2010. Magnaði það, að heyra það. Hérna stendur líka besti árangur þinn til þessan hafið þú náðu á Evrópumótinu fatli í Eindhoven 2014 þar sem hún náði í bronsverðlaun til hamingju með það. Takk. Í fyrra náði Telma Björk 5. besta heimsárangri í 400 metra skriðsuti sem jafnframt var 3. besta tími í Evrópu á næstu misserum. Eru framundan mjög alþjóðlega verkefni, til dæmis HM í sundi í Glasgow næsta ári. Og HM í Glasgow á 2015. Hvað getur þú sagt mér um það? Ég held að ég náði næst ég fór í öll úrslit á sund. Ok. Varstu hissað þar sem ég var að lesa fyrir þig? Smá. Ok. Eindhoven. Eindhoven. Já. Var það Eindhoven? Já. Sorry það. Eindhoven. Þú náði bronsverðlaun þar? Já. Hvað áttu mörg bronsverðlaun á svona stórmótum? Já. Ég á eitt frá Evrópumeistaramóti. Eitt brons frá heimsmeistaramóti og eitt silfur. Og eitt silfur? Medalíu frá heimsmeistaramóti. Ok. Hvað heimsmeistaramóti voru þetta? Það voru Evrópumeistaramóti í Eindhoven. Já. Og svo heimsmeistaramóti í Mexíkó. Já. Og svo heimsmeistaramóti í Funchal. Já. Sem var á síðasta ári. Ok. Heimsmeistaramóti í Funchal, sagðirðu? Já. Þar vannstu silfurverðlaun? Já. Ok. Hvernig var tilfinningin við það? Var hún bara mjög þannig... Skemmtileg. Skemmtileg. Ok. Það er gaman að heyra það. Já. Hvað getur þú sagt mér fleira? Til dæmis eins og þú gerði þarna 175 Íslandsmet á 2014. Já. Og þú átti hvað aftur? Það er 275 eða... 275? Já, eða ég maður ekki. Nei, ok. Þannig að þú ert bara margfaldur verðlaunahafi og þannig? Já. Ok. Þú hefur farið á Ólympíuleikana? Já. Hversu oft hefur þú farið á Ólympíuleikana? 2 svar. 2 svar? Já. Ok. Manstu hvaða Ólympíuleikar voru? Þetta með það fyrstu. Já, bara fyrstu og... Já. Já. Fyrstu voru í Rio de Janeiro. Já. Hvaða ár var það? 2016. Já. Hvernig gekk þér þar? Mér gekk svona ágætlega. Ágætlega? Ég var búinn að þjálfa mig of mikið. Varstu búinn að þjálfa? Já, varstu ofþjálfun hjá þér? Já. Já. Lentir í úrslitum? Nei. Nei. Lentir ekkert í úrslitir í Ríó eða þannig? Nei, ekki í Ríó. Ekki í Ríó. Þú ert Paralympics-fari? Já. Og þú fórst 2 svar á Ólympíuleikana, eins og ég sagði. Þú fórst ekki í úrslit í Ríó. Nei. En þú varst valinn til að fara á það á Ólympíuleikana. Já. Voru ykkur væntingar? Nei, þetta voru bara fyrstu Paralympics-leikarnir mínir í Ríó. Já.
Ég heyri líka sögu að 2012 þá hefur næstu farið á Ólympíuleikana. Já. Hvað kom upp á? Mér fannst ég vera bara of ung. Of ung til að fara? Já. Ok. Of ung til að fara. Af hverju? Þá var ég bara 16 ára. Ok. Hefur Kristín Guðmunds fylgt þér allt? Já. Já. Alveg séð að byrja grunnskóla? Nei, ekki fyrir 2000 og... Hún hefur svona fyrst með mig. Ok. Við fórum fyrst saman 2010. Já. Fyrst 2010 fóruð saman til Berlín. Ok. Og þið eru rosa góða vinkonur. Já. Já. Myndirðu segja hún sé besta vinkona þín? Já. Ok. Ég hef heyrt að hún sé ferðamamma þín, eða fósturmamma þín þegar þú fer að keppa. Já. Er það rétt? Já. Já. Ok. Og þið komast vel saman á milli ykkar? Já. Ok. Þú fórst, hvað aðrir Ólympíuleika fórst á? Og svo fór ég á Ólympíuleikana í Tókjó sem átti að vera 2020. Ok. Nema það kom COVID. Ok. Það fyrir að frestast 1 ár. Ok. Talandi COVID. COVID er ennþá í gangi í dag, eins og þú veist. Já. Þegar COVID skall á fyrst, 2020, hvernig fór það í þig? Fór það illa í þig eða? Nei. Var æft? Nei, það var búið að loka sundlaugum. Ok, það var búið að loka sundlaugum. Þannig að hvað gerður þá þegar engin sundlaug var opin? Þá gerum við bara frekæfingar heima. Ok. Og fyrstu eitthvað hjálp með það? Já. Ok. Hver hjálpaði með frekæfingarnar? Bróðir minn. Ok, hún lítur að eiga góðan bróður. Já. En, talandi um bróðinn, hvernig getur þú lýst honum? Hann æði eins og sund. Ok. Og núna er það að frjálsa. Ok. Og honum gengur vel í frjálsum? Já. Ok. En hvað heitir bróðinn? Það heitir Emil Steinar Björnsson. Ok. Og hvað er bróðinn núna? Skrappa hann út eða? Já. Ok. Svo tökum fram þá er ég bróðinn. Já. Ok, og mátt alveg segja það. Ok. Já, ég skal ekki að ég er bróðinn og er að taka viðtal við þig. Og þér finnst það voru hlægilegt að sé. Ok. Þannig að, já. Þannig ég bróðinn hjálpaði þá þarna 2020. Já. Með æfingarna, ok. Heimaæfingar. Heimaæfingarna. Og ykkur kennst alveg vel saman. Já. Ok. Hvað meira gerðu árið 2020? Beið bara þangað til að sundlaugina myndi opna. En þegar COVID var, þá gerðu þrekæfingar. Hvað fleira gerðu í annað en þrekæfingar? Fórstu á einhverja kynningar eða var svona Team Zoom fundir? Já, Team Zoom fundir. Ok, hvað snerist þeir fundir? Bara reyna að halda sig í góðu formi og hvernig maður ætti að gera það. Ok. Förum aftur á Ólympíuleika fatlaða. Ég veit ég er hann að hlaupa milli. Ólympíuleika fatlaða, þú fórst til Tókjó árið 2021. En þeir voru skráðir sem 2020? Já. 21? Nei, bara 2020. Bara 2020? Ok, þannig að það var ákvað að halda það þannig? Já. Ok. Hvernig gekk þér á þeim Ólympíuleikum? Miklu betra enn í Ríó. Ég komst einu sinni í úrslit. Komst einu sinni í úrslit. Það var flott.
Varstu með einhverjar væntingar? Nei, bara að reyna að komast í úrslit í 100 bringu. Já. Já, Og komast í úrslit í 100 bringu. já, Og fórst í úrslit í 100 bringu? já. Ok. Varstu, hvað lentur í? 8. sæti. 8. sæti. Inn í úrslit og lenti svo í úrslitunum aftur. Í 8. sæti? Já. Ok, þannig að þú hélst að var á sami tími? Já, Ok. Sami tími og í úrslitum? já, svona að nokkur sekúndur betur broti verði. Ok. Þú hefur ferðast rosa mikið heiminn og geiminn og allt. Já. Geturðu nefnt mér hvaða lönd hefur oftast farið til? Berlín, Þú farið til Berlín, já, Glasgow, hefur farið ofta til Glasgow? svona 3 og 4 sinnum. Ok. Hvað er uppáhaldslandið þitt og eftirminnilegasta? Það er svo mörg. Ok, geturðu nefnt eitt land? Glasgow, Berlín, Ok. Glasgow og Berlín. Hvað var eftirminnilegasta í Glasgow? Sundlaugin, maturinn? já, þegar maður er kemurfara þá sér maður ekkert mikið borginu. Maður sér bara sundlaugina og hótelið. Þannig að svona stranga reglur í keppnisferðum og æfingarferðum. Já, Æfingarferðum, fyrst við nefnum það. Hvaða æfingarferðir eru farið oftast í? bara með landsliðin. Með landsliðinu. Þú hefur farið til Mexíkó. Já, Ok. Það frægasti staðurinn sem þið fara á í æfingarferðum. en nei, það var kemurfara. Hann var á keppnisferð. Ok. Þú ert í landsliðinu og ertu fremst í landsliðinu. Já, ég held það. Myndirðu telja að vera best af öllum? Já og já, Já, ok. Æfingarferðir. Þú hefur farið til, Ítalíu? já, Og þú sást ekkert borgina þar eða neitt? ég smá þegar maður leiðinni heim. Ok. Ég hef heyrt að það eru voða strangar reglur, þú veist. Ég hef heyrt að þú mátt ekki drekka í æfingar en í keppnisferðum. Já, Er það rétt? já, Og þú drekkur ekki? nei, Myndirðu einhvern tímann drekka í framtíðinni? nei, Af hverju ekki? að því ég er flóðveik Ok. og það er ekki gott að drekka þegar maður er flóðveik. En einhver önnur ástæða okkur þú drekkur ekki? Nei, mér langar ekkert að Drekka? Nei. Ok, það er gott að vita það. Manstu eitthvað eftir Tókjó, þú veist hvernig var planið? Þú fórst miðja nótt? Já, Þú var sótt af í rútu? já, Og hverju voru með þér á Ólympíuleikunum í Tókjó? Robert Já. og Már, Mm. Kristi Gummi, Já. já, Raggi Friðbjörnsson Já. sem er núna landsliðsþjálfari. Ok. Þér finnst hann skemmtileg karakter eða? Já, Ok. og fleiri fólk. Og fleiri fólki? Já, Ok. Hver var fyrrverandi landsliðsþjálfari hjá landsliðinu í sundi, hjá föllum? það var Ingi Þór Einarsson Ok. og svo var það Kristi Gummi nema hún er hætt að Hætt að þjálfa landsliðið? Já,
En fer með henni í keppnisferð. Hún fer með þér í keppnisferðir? Já. Ok, rosa góð vinn og sátt. Ok, hvað er uppáhaldsmaturinn? Það er pasta carbonara. Ok, af hverju er hann uppáhaldsmaturinn? Ég veit ekki, mér finnst það bara gott. Áttu einhvern annan uppáhaldsmat? Pizzu stundum. Já. Pítsu með ananas eða Já. skinku eða Nei, með ananas. með ananasi. Og hún er uppáhaldspítsaðinn? Já, og pepperoni. Já, ok. Minn líka. Þarna, ok. Þú segir þú sért Flóaveik. Já. Hvenær varstu greind sem Flóaveik? 5 ára og nokkuð, ég maður. Já, þú varst bara, þú varst 4 ára. Nei, 5 ára. 5 ára? Held ég. Ok, ok. Hefur það einhvern tímann haft áhrif á líkamaðinn? Stundum. Og þú hefur fengið eitthvað mörg köst í áður? Já. Ok. Og voru það slæm köst eða? Já. Já. Ok. Skulum þá fara aftur út í keppnisheiminn. Þú hefur farið til, Mexíkó, Portugal, Madrid, Madeira, já, Madeira. Portugal, Madeira, Berlín, London, Montreal, Danmörk. Þú ert nýkomin heim frá Bergen í Noregi. Já. Og hvernig gekk það? Bara fínt. Ok, fínt. Þú fórst í úrslit í öllu sundiðinum eða? Já, í Bergen. Í Bergen, ok. Hvernig finnst þér félagskapurinn í sundfélaginu? Þú æfir hjá Íþróttafélag fatlaðra Reykjavík, IFR? Já. Ok. Hvernig er að æfa með þeim? Fínt. Bara fínt. Þú kemst, þið líkar æfingafélagarnir? Já. Allir góði vinir þarna, engin óvinur eða? Nei. Engin. Allir sátt og samlynd? Já. Já, það er gott að heyra það. Eigum við að taka pásu núna eða viltu? Nei. Þetta alveg þess? Já. Ok. Við getum alveg tekið pásu og vilt tegja úr fótunum eða? Nei. Ekki? Nei. Ok. Ok. Hvað getum við spurt meira um? Við getum, ok. Þú átt helling af medaljum. Hvað áttu að mörgum medaljur? Það er svo mikið. Myndirðu segja að það væri heill innkaupapoki? Aðeins meira. Aðeins meira en 1 innkaupapoki, 2 innkaupapokar? Kannski 3, 4. 3, 4? Vá, svona mikið. Ok. Hvað áttu ykkur uppáhaldsmedalju í þessu? Já, það er svo sem ég vann í Eindhoven og Mexíkó og Funchal. Ok. Þú vannst þessar medaljur á heimsmeistaramóti og Evrópumeistaramóti. Og Evrópumeistaramóti, já. Hvernig tilfinning var að fá brons og silfurmedaljur? Bara skemmtileg. Varstu grátandi á verðarpallinum? Nei. Varstu voða stolt yfir að koma svona langt og fengið? Já. Ok. Ok. Áttu ykkur að vinna í landsliðinu? Þau fyrir landsliðsæfingar. Hver er vanlegur sem fer með landsliðsæfingar annað en Kristín Guðmunds og? Þetta með keppnisferð. Já, keppnisferðin, veist. Stundum mamma mín. Ok. Stundum mamma þín? Já. En pabbi þinn? Að gera einu sinni þegar ég byrjaði. Ok.
Ok. Þú kemst vel við fótreiðina og elskar út á lífinu og allt og... Já. Ok. Og þú fer spakstuðning frá öllum fjölskyldunni. Já. Þegar þú fer í keppnisferðir, hvað er fyrsta sem þér dettur í hug? Þú fer inn í sundlaugina. Bara reyna að synda vel. Reyna að synda vel. Já, og komast inn og komast í úrslit. Og komast í úrslit, ok. Ok, herru, við ætlum að geta haldið mest lengra þetta og við viljum þakka þér fyrir að leyfa að taka viðtalið og við kannski tölum við aftur seinna ef það er allt í lagi þín vegna. Já. Já, herru, það er bara að segja það og takk fyrir að koma og fræða okkur þig. Takk sem Áður en við kveðjum, hvað er markmið á næsta ári? Það er að núna ég reyna að stefna að fara að ná lágmark á Paralympics sem er í París. Já. Hvenær er Ólympíuleikarnir í París? Það er 2024. 2024? Já. Þannig að það er bara næsta ári? Já. Ok. Þannig að þú ætlar bara að reyna rosa mikið á þig og æfa alveg að fullu þangað til að sá tími kemur? Já. Ok. Er eitthvað önnur mót framundan hér? Já, fullt af mót. Ok. Einhverju Evrópu eða heimsleikar? Já, heimsmeistamóti sem var í Manchester. Í Manchester? Á þessu ári. Á þessu ári? Ok. Þannig að við bara vonum þau gangi vel þar og bara, já. Herri, það er bara að segja það. Takk fyrir. Takk sem verið. Já. Já, þá er þetta búið hjá okkur í dag og við viljum þakka Thelmu Björk Björnsdóttur fyrir að hafa leyft okkur að taka viðtal við sig og fá fræðast hennar feril í gegnum upphaf og til dagsins í dag í sundi sem er hennar íþróttagrein. En við viljum ekki hafa þetta lengra í dag. Þú varst að hlusta á Innri hug íþróttarinnar með Emil Steinar og við sjáumst næst þegar við sjáumst. Matter of fact, I never want this life to end. And to the end, I saw it all start in my head, yeah. I saw it all start in my head, yeah. I saw it all start in my head, yeah. Ain't like friend. And I wouldn't trade it for nothing. No, I wouldn't change it ever. It's too long to live it for nothing. So this is my mood forever.